Sushi, alltaf ferskt. Netto. Komið þið sæl aftur. Í seinni helmingi þáttarins förum við meðal annars á Netto-mótið í körfubolta en það eitt það stærsta á landinu. Fylgjumst með öskudagsfjöri en byrjum í eldhúsinu í Bláa lóninu. Íslenski saltfiskurinn vinsæll jólamatur hjá Spánverjum og endar einnig á mörgum diskum hjá Ítölum og Portúgölum. Íslandsstofa hefur unnið mikið í kynningarstarfi á íslenskum saltfiskafurðum í þessum löndum. Lögð áhersla á að kynna íslenska þorpið og hlutverk þess í að framleiða hágæða saltfisk. Íslandsstofa hefur fengið kunna matreiðslumenn þar ytra í samstarf og Spánverjinn Mikel Poblacion einn af þeim. Hann kokkaði saltfisk á veitingastaðnum Lava í Bláa lóninu í tengslum við matarhátíðina Food and Fun fyrir stuttu. Landsliðskokkarnir í lóninu þeir Viktor Andrésson og Þráinn Freyr Vigfússon voru með hinum spænska í eldhúsinu þar sem þeir kokkuðu ofan í erlenda blaðamenn. En auk þessa elda saltfisk fengu kollegar okkar lamb og fleira góðgæti úr íslensku umhverfi. Það saltfiskurinn sem oft talað svona við ferðamanninn. Hvað það sem hann vill fá helst sem, hvernig útbúinn? Saltfiskinn, það náttúrulega bara okkar vegu, þetta myndi segja, fyrst og fremst sko. Við náttúrulega erum svona alltaf með hana eitthvað, en hann er ekki í gangi núna, fyrir utan þetta verkefni sem er í gangi núna með Íslandsstofu með saltfiskkynninguna fyrir Spánamarkaðinn og Portúgalmarkaðinn. Og hann fengum við með gestakokk Mikael til okkar og hann er hérna með alveg flottar matseðil í kvöld fyrir okkur. Hvernig nálgast hann fiskinn? Hann náttúrulega bara vinnur vel úr okkar hráefni, með sem maður myndi segja, en hann er bara að gera þetta á sinn máta og mjög gaman að sjá hvernig hann er að gera þetta. Er hann að gera þetta svolítið öðru sem þið? Já, ég myndi segja að vera svona aðeins. Við kannski erum meira hann er náttúrulega kannski búinn að elda saltfiskinn aðeins lengur. Náttúrulega hefðirnar okkar aðeins öðruvísi á Íslandi. Þannig að, já, það smámunur. En saltfisk, þetta náttúrulega, er þetta ekki bara eitthvað dýrasta fæða sem er á Spáni? Hún er svona jólamaturinn hjá þeim, þannig að þetta er svona steikinn okkar sem myndi segja það, sko. Þannig að það má alveg segja það, já. Og hvernig þannig að það að læra hvort öðrum? Er hann að svona skoða hvað þið eru að gera og öfugt? Já, maður getur alltaf lært eitthvað af öðrum, sko. Þannig að við náttúrulega erum með okkar aðferðir og svo er hann með sínar og maður sér alltaf eitthvað hjá öðrum sem maður getur nýtt sér og örugglega hann líka hjá okkur. Bláa lónið fær mikið af fersku hráefni úr nær umhverfi sínu, meðal annars þorskinn og annan spriklandi fisk frá bátunum í Grindavík. Við erum að taka það helst þorsk og steinbít. Það er svona helsta. Svo fáum við náttúrulega hellinga ísu og þetta kemur náttúrulega beint af færibandinu frá þeim, sko, alveg eitur fersk, sko. Er þetta í miklu magni hjá okkur? Ég myndi segja að þetta væri alveg örugglega nokkur 100 kíló á viku, sko, sem við erum að taka henni gegn, sko. Hver eru svona algeng viðbrögð hjá ykkar viðskiptavinum, fólki sem að borða útlendingum sem að borða íslenska fiskinn? Það er náttúrulega bara yfirleitt hvað hann er ferskur og það veit svo sem gestirnir sem koma til okkar, þeir vita að fiskurinn kemur bara á næsta bæ, sko. Þannig að þeim finnst það alveg ótrúlegt, sko. Í Evrópu það er kannski 2, 3, 4 klukkutímar í næstu bryggju, sko. Þannig að hérna er bara 2 mínútur, sko. Þannig ég held að það upplifa öðruvísi út af því, sko. Þið eru með fréttamennina, þeir eru búin að vera að gefa þeim að borða meðal annars saltfisk og lamb. Hvað segja þeir? Þeir voru að skoða aðstöðuna í morgun þar sem að fiskurinn að koma bara beint nánast upp á sjó. Já, þeir voru að skoða allt í Grindavík í morgun og koma svo hingað og smakka og hann er akkurat að borða núna að tala við þau og hann gaf þeim 2 saltfiskrétti og við vorum með svona íslenska þeman á þetta, lambið og svo pínu skyr. Þannig að við svona sýnum okkar hlið líka. Hver eru viðbrögðin hjá kollegum okkar, fréttamönnunum? Ég held að það sé bara nokkuð góð. Ég heyri allavega mjög góð komment á lambið, þannig að þeir voru mjög hrifnir. Þurfum við að vanda ykkur eitthvað sérstaklega? Já, bara eins og alltaf. Heldur bara okkar striki? Já. Það er svolítið sérstakt að horfa á matargesti í glæsilegum lavasal í baðsloppum með glas í hönd og mat á disk. Forráðamenn Bláa lónsins segja að aðsókn að Lava hafi aukist mikið í upphafi þessa árs en staðurinn var gerður enn fínni eins og sagt með því að taka út hamborgara og samlokur af matseðli og bæta við huggulegheitum eins og dúkum á borð, fínni borðbúnaði og meiri þjónustu. Þar séu nú daglega á annað 100 manns í fínum hádegisverði. Mjög margir kaupa nú sérstakan pakka á netinu ofan í lónið, málsverð og jafnvel nudd og fá svo auðvitað þennan fína slopp.
Það sérstakt en skemmtilegt að sjá allt sloppafólkið í fínum lönns á Lava. En það búið að vera mikil aukning hérna í vetur, hvernig hefur sú aukning beist ykkur? Hún hefur eiginlega bara Brjálæði að gera. Við erum eiginlega bara búin að vera hérna síðustu 3 vikurnar sko. Þannig að það búið að aukast alveg sérstaklega í hádeginu sko. Kom öllum á óvart. Það bara sumar klárt fóraldri sko. Það bara búið að vera sumartrafík núna í nokkra vikur. Komið sæl og verið velkomin á nettómótið hér í Reykjanesbæ. Þetta stærsta mót sem haldið hér á landi og eru yfir 1200 keppendur að spila. Kíkjum á það. Hvað hlakkar ykkur mest til að fara að gera? Keppmóti KR. Kvöldvökunna. Keppmóti KR. Hvað mótið stórt í ár? Stærra en í fyrra? Þetta stærsta mótið sem við höfum haldið þessa. Það eru 206 liðskrá til leiks. Og ef við miðum við svona þennan stuðul sem meðaltala lið eins og var í fyrra, þá eru cirka 6,2 á lið sem gerir það að verkum að við fáum svona frá 1270 ykkendur, svona upp í 1300. 1270 ykkendur, pláss fyrir alla þessa keppendur í bænum? Leikjaprógrammið alveg stútfullt. Það varla hægt að segja sér nokkur eyða í því. Það eru spilaði 488 leikir á þessu móti og við höfum kannski haft svigrúm til að bæta við 2 leikjum og búið sko. Þannig að við erum að lengja aðeins dagskrána núna frá því sem verið hefur á sunnudeginum hálftíma og svo spilum við hérna í A-sal fram að kvöldvökunni, eiginlega alveg fram að kvöldvökunni, hálftíma lengur líka. Og hvernig eru viðbrögð fólks hjá bæði fólki hérna og utan á landi? Þau eru rosalega góð bara, ég hef ekki heyrt neitt annað. Mótið bara fór mjög vel af stað í morgun, það allt gengið vel. Öll lið mætti sína leiki fyrst í morgun, það svona það sem maður hefur kannski fyrst áhyggjur af. Svo fer þetta allt saman að rúlla, sumir eru að koma til Reykjanesbæjar í fyrsta skipti og veit ekki hvar húsin eru. En svona eftir fyrstu 2 tímana þá allt farið að rúlla rosalega flott og allir fannir átta sig á því hvað hlutirnir eru. Hérna tökum við öll börnin sem vilja í stúdíómyndatöku sem og öll liðin sem keppa í lýsmyndatöku. Við erum búin að smetla lýsmynd af krökkunum, þá tökum við foreldrarna með og búin til svona smá fjölskyldu stemmingi kringum það. Svo erum við ljósmynda út á örkinni að mynda alla krakkana í action. Þannig að það verður eitthvað smá fjör á morgun þegar myndasalan byrjar og krakkarnir að pikka út myndir af sjálfum sér og sjá það hérna upp á vegg. Svo fara það á heimasíðuna sporthero.is og það eru sömuleiðis hægt að nálgast liðsmyndirnar og myndirnar með foreldrarnum frítt í boði Nettó. Hver uppáhalds körfuboltaleikmaðurinn ykkar? Veit það ekki alveg. Shaq. Justin Sjásurla. Michael Jordan. Hvað hafið þið æft körfubolta lengi? 4 ár. 3. Hvað hlakkið þið mest til að gera? Fara í partí hjá henni. Keppa. Hvað búið að vera erfiðasta liðið hingað til? Keflavík. Stjarnan. Já, ég segi líka Keflavík. Hvað hafið þið farið oft á nettómóti? Þetta annað skiptið mitt. Og mig. Hvað erfiðasta liðið hingað til? Keflavík. Nei, við erum bara búin að keppa við 1 lið. Heitar hér hinum meginn. Heitar hérna? Nei, það fyrst á mig. Stoppu. Við erum ekkert smáduglega, við erum að halda áfram að berjast. Í vörninni, þá vildi ég alla tala og allar upp með hendur. Skorum við þangað? Kormákur, við skorum á þessa körfu núna. Við erum. Þannig með það? Hvað þýðingu hefur þetta til dæmis fyrir bæjarfélagið og einnig félögin Keflavík og Njarðvík? Þetta hefur bara mjög mikla þýðingu. Fyrir Keflavík og Njarðvík þetta náttúrulega stór fjáröflun. Við viljum líka höfum metnað til þess að halda hér bara, við viljum halda flottasta mótið, besta mótið og það okkur líka gríðarlega mikilvægt að gera þetta vel. Þannig að allir fari rosalega ánægðir heim, glaðir og ánægðir heim með ógleymanlegar minningar í farteskinu. Hver bestir? Víðir! Stjarnan! KR! Skallagrímur! Keflavík! Njarðvík! Keflavík! Njarðvík! 「
Krakkarnir í Reykjanesbæ sóttu nammi allan bæ á öskudaginn en enduðu fjörið í knattspyrnuhöll bæjarins þar sem þau reyndu meðal annars að slá köttin úr tunnunni og margt fleira. Eins og sjá má voru búningarnir flottir og fjölbreyttir og stemmingin góð. Við þakkum fyrir áhorfið en við mætum að viku liðinni með nýjan þátt frá sjónvarpi Víkurfrétta. Hægt að fylgjast með nýjustu fréttum frá Suðurnesjum á hverjum degi á vef Víkurfrétta www.vf.is. Við þakkum fyrir okkur, verið þið sæl. Sushi, alltaf ferskt. Netto. Ert þú að fara til útlanda? Bílahotel.is geymir bílinn fyrir þig. Við sinnum viðhaldi og viðgerðum á meðan þú ert erlendis. Bílahotel.is. Það styttist í golfsumarið. Fréttir af golfi alla daga. Kylfingur.is